Amen. Við erum í 1. Korintharbréfi, 7. kafla, versum 1-5. Þessi áður með, kannski við lesum versum fyrst. En við ætlum að dvelja á þessum versum og pæla í hvað þau þýða fyrir okkur í dag og hvað þau segja við okkur í dag. Við skulum lesa saman. Svo ég minnist á það sem þér hafið ritað þá það gott fyrir mann að snerta ekki konu, en vegna sörlunarins hafi hver og einn sína eigin konu og hver og einn hafi sinn eigin mann. Maðurinn gæti skyldur sinnar gagnvart konunni og sömuleiðis konan gagnvart manninum. Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur maðurinn, sömuleiðis hefur maðurinn ekki vald yfir eigin líkama heldur konan. Haldið ykkur eigi hvort frá öðru nema þá eftir samkomulagi stundarsakir, til þess að þér getið haft næði til bænahalds og takið svo saman aftur, til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Þannig að við ætlum að stoppa þessum 5 versum í dag, við ætlum að pæla í hvað þau hafa að segja fyrir okkur í dag. Ég heyrði einhvern segja einu sinni að hjónaband væri í rauninni ekkert annað en það að 2 aðilar að rífast hvað þau ættu að borða í kvöldmat þangað til að annarkvort að deyr. Og það svona fyndið, svona vissulega, sérstaklega þú ert í hjónabandi og það ógeðslega erfitt að ákveða hvað þau ætla að borða í kvöldmat. En mér langaði, ég var líka að pæla þessu í vikunni þegar ég var að hlusta á mann. Ég alltaf í einu komið með þessa skrýtnu áhuga á pólitík allt í einu. Ég hef aldrei haft áhuga á pólitík, mér fannst það alltaf mjög leiðilegt. Mér fannst pólitík alltaf vera svona, það margir sem horfa á pólitík sem breytir menningu lands og annað. Ég hef alltaf horft á pólitík sem meira svona eitthvað sem staðfestir menningu lands eða hvað sem að þegar menningin búin að breytast þá koma pólitíkusar inn og gera lög með því og annað eins. En allavega, þá var ég að hlusta á einn gæja að vera að tala sósíalisma á móti kapítalisma, sem að ég lofa að það hefur eitthvað með textan okkar að gera í dag. En mér finnst áhugavert að þessi maður, þegar hann var að leggja út munin á kapítalisma og sósíalisma, að þá var ég að minnast þess að Pope Francis sagði daginn að kapítalismi væri hryðjuverk gagnvart mannkyninu. Og svo var ég að hugsa til þess að í Bandaríkjunum þá var Bernie Sanders sem var á móti Hillary Clinton og hann var hann að reyna að koma fram og segja mig langar að gera Bandaríkin eins og Skandinavíu í rauninni. Það var svona hans fyrirmynd og ég hugsaði, vá, kapítalisman ekkert lengur svona töff fyrirbæri. Það er einhvern veginn að deyja, það ekkert lengur töff, fólk horfir niður á hann og annað eins. En svo var ég að hlusta þennan mann að tala og hann var að tala munin sem hann sagði á kapítalisma á móti sósíalisma og hann sagði að kapítalismi væri í grunninn það að ég skal þjóna þér og ef ég geri það ekki vel þá borða ég ekki í dag. Og sósíalismi væri ég hér, ég á það skilið, gefðu mér hluti. Hvort þú sért ósamálunum eða ekki þá hefur eitthvað með hennar texta að gera. En Páll, hann nýbúinn að minna Korinthmenn á að lofa Guð með líkama sínum. Þannig að það magnað við trú okkar að þegar við komum inn í þessa trú þá erum við ekki einhvern veginn orðin einhver mindless robot sem hefur ekkert áhrif á samfélagið okkar eða líf okkar. Þegar trúin tekur við og við horfum til Krist og við sjáum fegurina í því að hann endurleysti okkur frá syndum okkar og annað eins, að þá hefur það víðtæk áhrif á okkar líf. Og ein af þeim víðtæku áhrifum sem það hefur að það hefur áhrif ekki bara á samband okkar við Guð, það hefur áhrif á samband okkar við annað fólk. Allt í einu breytir það hvernig við tölum við hvort annað og hvernig við högum okkur gagnvart hvort öðru. Og það er magnað að hvernig lítið það út að lofa Guð með líkama sínum. Að hér, í versunum í dag, það tekur mjög praktíska mynd fyrir okkur og markmiðið ekki bara að sleppa því að myrða fólk eða sleppa því að ljúga eða sleppa því að lemja eða beita ofbeldi eða annað eins. Heldur að fara meira heldur en bara sleppa því að gera vonda hluti yfir í að elska vel. Yfir í að fara umfram það að fara eftir reglunum að gera ekki þá slæmu hluti, heldur fara umfram það og gera það sem gott er. Og markmið okkar aðeins herra en bara sleppa hlutum. Og hér þá byrjar hann að minna Korinthmennina á og okkur í dag, þar sem við erum að lesa hennar texta, að nota líkamann okkar til að gefa Guði til. Og það byrjar hér og það hefur mjög praktísk áhrif á hvernig hjónaböndin okkar líta út. Og hann er að tala við fólk í hjónaböndum, hann er að svara spurningu sem að Korinthmennirnir eru með, eins og segir hann í versi 1, eins og ég minnist á það sem þér hafi ritað þannig að það sem við erum að horfa á núna er ein hlið af e-mail samskiptum.
Við erum bara að sjá það sem Páll að skrifa, við erum ekki með í höndunum það sem Korintumenn báðu hann að svara og annað eins. Þannig hann hvetur fólk til þess hér og í komandi versum sem við förum meira ítarlega í komandi vikum að vera skírlífir, að snerta ekki konu og við förum lítið út í það hér en við höldum áfram í næstu versum þar sem hann útskýrir af hverju hann að hvetja fólk til þess að ganga ekki í hjónaband. Og hann ekki að tala illa hjónaband, svo bara það sé á hreinu. Hann talar ekki að hjónaband sé eitthvað slæmur hlutur til þess að ganga í eitthvað svoleiðis. En augljóst í versi 2 að hann býst ekki við að margir séu með sér í að vera skírlífið. Og normið Guð skapaði okkur fyrir samfélag, þá meðal annars hjónaband, eins og við sjáum með Adam og Evu og annað eins. Normið sköpun Guðs. En það sem hann að segja ef einhver hefur þá sérstakur náð sem honum gefið að lifa einn allt sitt líf, að þá gerir hann það og verði með sér í því eins og segir hann í versi 2. Og þegar það komið í vers 3, 4 og 5 í versin okkar í dag, þá fer hann aðalega að tala það sem ég held að sé aðalega að tala kynlíf. Þegar hann notar hann byrjar strax að tala að sinna skyldum okkar gagnvart hvort öðru, að eiginmenn sýni skyldur sínar gagnvart eiginkonum sínum og annað eins, en svo fer hann strax að tala líkamana. Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur maðurinn, sömuleiðis maður hefur ekki vald yfir honum heldur konan. Haldið ykkur ekki hvort frá öðru nema þá eftir samkomulagi stundarsakir, til þess að þið geta haft næði til bæna hans og takið svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Og ég held að Biblian sé augljóslega að vera að tala um það. Og Biblian ekki anti-kynlíf. Hún mjög pró-kynlíf. Svo lengi sem að nota á þann hátt sem að Guð hefur skapað það fyrir. Ég veit ekki, einhver matar áhuga maður henni? Bara einhver svona ótrúlega mikið, matar kannski, það meira svona amatör matar áhuga henni, kannski svo nonni, en þannig að eins og þegar ég fór í kvikmyndaskólan, að þá byrjaði ég alltaf að fá mjög mikinn áhuga á kvikmyndum. Og það sem ég byrjaði að uppgöta að í kvikmyndaskólanum þá ég sagt að horfa á bíómyndir. Það tími þar sem að þú fer bara inn og horfir á bíómynd, en þú átt að krítisera allt við bíómyndina. Hvernig hljóðið hvernig hljóðblöndunin á sér stað, hvernig lýsingin hvernig litgreiningin og annað eins. Og það sem þetta gerði fyrir mig var að þetta eyðilagði fullt af bíómyndum fyrir mér. Þannig að þegar ég fór í bíó með félögum mínum, þá var ég alltaf þessi gæi sem var að segja sjáðu mistökin hér, eða sjáðu mistökin þarna, sjáðu hvernig hljóðið passaði ekki við myndina, eða sjáðu hvað myndin gul, en þetta á að vera nóttina og það passar ekki alveg. Og þetta var alls konar svona sem ég byrjaði að taka eftir, og það sem að gerðist var í rauninni ekki það að ég var orðinn anti-kvikmyndir, heldur ég var orðinn það pró-kvikmyndir að ég var orðinn anti-lélegar kvikmyndir. Og ef þú færi út að borða með til dæmis mjög miklu mataráhuga manni, eða þú veist, eins og ég hafði heyrt fólk tala vín. Ég drekk vín og ég smakka það, og þetta smakkast bara svona, og svo vín eitthvað, fólk sem sniffar þetta, hvað þetta, og byrjar að tala einhverjar rúsínur, eða ég veit ekki hvað það að finna. Ég finn bara svona beist, bara, þetta vín, þú veist. Og svo eitthvað fólk sem veit bara nákvæmlega hvað í þessu, hvaðan vínberin koma frá Suður-Ameríku eða hvað sem það Og þau eyðileggja eiginlega bara vín upplifunina með þér. Og það getur verið þannig að ef þú þekkir einhvern mataráhugamann, mikinn mataráhugamann, sem að pæla í öllu innihaldinu í matnum, að hann sé svona, hann lítur úti fyrir að vera að gagnrýna matinn, en á sama hátt, þá hann ekki gagnrýnin á mat, hann elskar mat það mikið, að það kemur út að hann fílar ekki slæman mat. Og þannig það með Guð að þegar hann byrjar að tala kynlíf, þá hann tala kynlíf á þann hátt að hann vill að þessi notað á réttan. Að vill að hann notað rétt. Og þannig Biblian og Guð svo pró-kynlíf, hann á móti í rauninni misnotkun á kynlífi. Og Biblian pró-kynlíf, en á sama hátt þá ætti að taka það fram hér í dag í samfélaginu okkar, og hún gerir heldur ekki kynlíf af skurðguði. Í samfélagi sem á það til að tilbiðja kynlíf sem Guð í rauninni, að þá líklegast best að taka það fram að það ekki þannig sem að Biblian talar það.
Og tímar munu koma að jafnvel í hjónabandi, eins og hann talar hann takið svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkur ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Tímar munu koma jafnvel í hjónabandi þar sem að kynlíf stendur ekki til boða. Annaðhvort ykkar veikist, jafnvel langtíma veikist, og það þýðir að kynlíf ekki lengur á borðinu næstu 10-20 árin eða hvað sem það Kynlíf ein leið til að tjá ást en ekki eina leiðin til að tjá ást. Og ef að Guð blessar báða maka með löngum lífum, þá verður erfitt að njóta kynlífs á 3. mjöðminni, eins og ég hugsa. Ef við erum orðin 98 ára gömul, þá verður kynlíf orðin svolítið öðruvísi hlutir heldur en við erum með að pæla í því í dag. Þannig að við verðum að muna það að á meðan Biblian, það sem ég vil halda hér í versunum í dag, að tala kynlíf og tala kynlíf jákvæðan hátt, að gera hann ekki Guð úr því. Að Guð ennþá sá en sami sá sem gefur góða gjafir, ekki þar gjafir sem hann gefur. Og mér langar að minnast á það sem predikarinn segir í kafla 12, versi 1 og svo 6 og 7. Þá segir hann: og mundi eftir skapara þínum og unglingsárum þínum, áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast, þú segir mér líkar þau ekki. Áður en silfurþráðurinn slitnar og gullskálinn brotnar og skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Þannig er hann að segja að einhver tíman, predikarinn minnir okkur á að einn daginn, þá mun allt sem fallegt brotna og taka enda. Eins og silfurþráðurinn, eins og gullskálinn, eins og skjólan og hjólið við brunnin. En hann minnir okkur á að muna eftir skapar okkar á meðan við erum á unglingsárum okkar. Á meðan við getum notið hans góðra gjafa, þá njótum við þeirra á honum til dýrðar. Því þökkum við Guði fyrir þá gjöf sem kynlíf en á sama hátt þá munum við að við tilbyggjum það ekki, heldur tilbyggjum við þann Guð sem hefur gefið okkur allar þær góðu gjafir sem við fáum að njóta þessu lífi. Og ég sá líka reyndar í vikunni, sá ég annan svona hjónabandsbrandara. Það sem var annar sem sagði: hjónabandi grunninn þetta að spyrja hvort annað, vantar okkur eitthvað frá bónus þar til annað hvort okkar deyr. Það fullt af svona hjónabandsbrandurum hann úti sem ég aldrei heyrt áður. En í textunum í dag þá höfum við allt öðruvísi hugsunarhátt gagnvart hjónabandi heldur en gengur og gerist í dag. Og hann talar að kenna skyldum okkar gagnvart mökum okkar. Og hvernig heyrir þú orðið skyldur? Er það slæmt hugtak? Er það gott hugtak? Út af því að það bæði slæmar og góðar skyldur. Til dæmis vann ég í matvöruversluninni sinni og þegar ég heyrði að skyldur mínar væru eitthvað, þá fylgdi ég oftast neikvæð hugmynd. Basically, ég þurfti að vinna aðeins meira eða ég gleymdi að gera eitthvað verkefni eða hvað sem það var. En Páll, hvort haldið hann sé að tala neikvæðan eða jákvæðan hlut? Og ég til dæmis núna í vinnu, ég ekki lengur að vinna í verslun, en ég núna í vinnu þar sem að ég fæ að gera þetta hverju viku. Í rauninni aðalvinnan mín á að vera bæn og predikun sem að stundum gleymist, stundum ég mjög góður í að gera það, stundum ég ekki nógu góður og það ég upptekinn í öðrum hlutum. En nú þegar ég heyri skyldan mín sé að predika, að þá er það ekki neikvæður hlutur lengur. Voru allir með svona súkkulaði dagatöl fyrir jólin þegar voru litlir? Er einhver sem var ekki með súkkulaði dagatal fyrir jólin? Í alvöru? Þurfum að biðja fyrir matalinu. En allavega, eins og súkkulaði dagatalið, á hverju morgni, það var eina skipti á árinu þar sem ég fekk að byrja daginn minn á súkkulaði. Og ég á hverju morgni vaknaði stundum snemma til þess að fá að opna daginn sem var komin í dag, til þess að sinna skyldu minni, að klára súkkulaði sem var í dagatalinu og fatta að það var einum degi nær þar til að pakkanir myndi koma. Kíkja svo í skóinn og annað eins. En allavega, að skyldur, hvernig þú heyrir orðið skyldur getur haft mismundi áhrif á hvar þú ert í lífinu. Hvernig horfir á skyldu þína í hjónabandinu? Hann nefnir orðið skylda, en hvernig skiljum við það? Þetta er skylda til þess að njóta, til þess að elska, til þess að á meðan tíminn leyfir njóta vel og gera það Guði til dýrðar. Þessi skylda í rauninni okkar blessun.
að í hjónaböndum okkar þá skylda okkar að sjá vel maka okkar. Og Páll, hann hættir ekki þar, hann minnir á að eiginkonan hefur gefið sig manninum á vald í hjónabandi og maðurinn hefur gefið sig konunni á vald í hjónabandi. Og hér meiningin sú, ég held að textin, eins og sérðan eins og þá býst ég við að meiningin sé kynferðislega. En prinsipið hefur áhrif ekki bara á kynlíf, heldur allt hjónabandið í sjálfum sér. Og prinsipið sem hann að leggja ást. Og ást að leitast eftir að gefast öðrum. Frekar en losti sem leitast eftir að taka frá öðrum. Ást leitast því að gefa og losti leitast eftir því að taka. Og hugmyndin sem Páll gefur þessi að í hjónabandi að þá þú eiginmaður að gefast konuðinni og þá þú eiginkona að gefast eiginmanniðinni. Þannig að ef þú ert að hugsa, ef einhver hérna inni sem las þetta vers og hugsaði í framtíðar hjónabandinu mínu, þá ég komið með biblíuvers sem bendir konunni minni á að sofa hjá mér. Eins oft og ég þarf. Eða þú ert eiginkona sem að hugsar, já, nú er ég komið með vest þess að hamra í hausinn, að þá ættum við að hugsa aðeins dýpra heldur bara vessir bendir á. Að vessir gæti verið að tala það í grunninn, en ég held að hugmyndin sem lagt út í þessum 5 versum prinsip sem miklu meira en það, og prinsipið ást. Að eiga hjónaband þar sem við elskum hvort annað. Þetta öðruvísi heldur en Hollywood-rómantík til dæmis. Allt öðruvísi heldur en Hollywood-rómantík. Þú ert ekki hálf manneskja að leitast eftir annarri mannesku til þess að fullkomna þig. Og þegar þú ert heil manneskja í Kristi, þannig að þeir eru 2 manneskjur að koma saman og vera ein heild, og ekki svo ábyrgð lagt á einn aðila. Það ekki verið að leggja ábyrgð á einn aðila að gefa af sér og hinn að taka, heldur báðir aðilar sagt að gefa af sér og gefa af sér og gefa af sér. Þannig að þetta ekki verið að, eins og við höfum svo oft heyrt að hjónaband að gefa smá og taka smá og gefa smá og taka smá. Að hugmyndin sem við sjáum í þessu versi ekki gefa smá og taka smá, heldur gefa og gefa. Að halda áfram að gefast. Halda áfram að lifa í ást. Biblían segir okkur til dæmis að konur eigi verið að bera virðingu fyrir eiginmönnum sínum. Það eru fullt af eiginmönnum sem eru bara óvirðingaværir. Þeir eru bara fáiðar. Og spurningin hvernig heyrum við þetta? Það, kona mín á að bera virðingu fyrir mér, allar að lefin að bera virðingu fyrir þér út af því þú ert virðingaverður, eða þrátt fyrir þú sért það ekki. Að þegar við sjáum til þess versa svo þetta, þá ekki okkar, hvernig get ég kreist eitthvað úr maka mínum, heldur horfa á prinsessum sem lagt þarna hvernig get ég gefist maka mínum. Og þá John F. Kennedy sem kom með frægu setninguna sem sagði ekki spyrja hvað þjóð þín getur gert fyrir þig, spurðu hvað þú getur gert fyrir þína þjóð. Og í versunum okkar í dag þá erum við að sjá svipaða hugmynd, nema við erum ekki að tala föðurlandsást, við erum að tala hjónabandsást. Það sem að 2 aðilar eru að gefast hvort öðrum. Og ástæðan fyrir ég mentist á kapitalisma og sósíalisma og gæinn sem var að gefa sínar hugmyndir á hvað kapitalismi væri og hvað sósíalismi væri, hvaða hugmynda kemur þú að hjónabandinu? Það hugsunin sem að segir ég vil þjóna vel, ég vil gefast vel, eða það ég hér og ég vil fá mitt? Þetta því að því miður hefur seinni hugsunin verið svo hugsunin sem að hefur skilgreint hjónaband rosalega mikið. En það erum við að sjá að skilnaðir eru alltaf að vera meiri og meiri. Það liggur við bara undantekningu að fólk nær að vera gift allt sitt líf. Út af því að hugsunarháttur okkar, hugsunarháttur samfélagsins að hvað hjónaband því miður oft orðið, hvað get ég fengið frá mér? Hvað get ég fengið frá þér? Hvað getur þú gert fyrir mig? Og ég man þegar það var oft steiktar hugmyndir sem voru kennt út í biblíuskólanum sem að ég var í. Ein hugmyndin var að biðja Guð hvað þú vildir í konu. Ég man einu sinni bað ég konu sem fílaði bara geðveikt mikið að nudda.
Ég bara vildi fá konu sem væri bara alltaf að vilja nudda mig. Þangað til ég kynntist konunni minni og ég áttaði mig að ég elska konuna mína og ég var ekki að leitast eftir þjón. Þannig að þegar við hugsum hjónaband, hugsað þú að taka eða gefa. Þegar við hugsum að elska aðra og vinabönd okkar, jafnvel ef þú ert ekki hjónabandið ennþá, vinabönd okkar og kirkjusamfélagið okkar, hvernig horfir þú á samfélagið þitt? Hvernig horfir þú á vinabönd þín og fjölskylduna þín og horfir á hana sem hluti til þess að nota eða hluti til þess að gefast? Punkturinn með hjónabandi ekki rómantík. Punkturinn svo ást sem sýnist þegar báðir aðilar berjast fyrir rómantík, jafnvel þegar hún hverfur. Að þegar við leitumst eftir að elska og gefast, að þá umbreytumst við og við líkumst Kristi. Og punkturinn ég sagðist alltaf að elska konuna mína þar til dauðinn aðskilur okkur og ég mun elska konuna mína þar til dauðinn aðskilur okkur. Og ávöxtur þess að hafa biblíulegt viðhorf á hjónaband djúpri ást og djúp rómantík. Og í hjónabandi og í því að gerast kristinn, þá ertu í rauninni að gera sama hlutin, þú ert að afsala réttinn. Það rétti svo ef þú gerist kristinn, þá ertu í rauninni að segja, ég gæti nota líkama minn hvernig sem ég vildi. En ég ætla að koma fram fyrir krossinn því að ég held að Jesús Kristur sé þess verður að eiga mitt líf. Og mitt líf ekki lengur mitt, það hann sem má stjórna, það hann sem má nýta, það hann sem mun fá dýrðina. Og á sama hátt þá gengur þú inn í hjónabandi og þú segir já við því að gefast eiginmanni þínum eða eiginkonu. Þannig að á praktískan hátt þá opinberast þetta á ýmsa vegu hvernig getur þú elskað eiginkonu þína. Eins og til dæmis ég hef bara verið að pæla, strákar, ég veit að möllett get töff, en kona þín kannski ekki sammála að möllett sé get töff. Nei, á praktískan hátt, hvernig opinberast það að við séum að leggja niður líf okkar og gefast konum okkar. Það svona ándjóks að hugsa mjög praktíska hluti eins og bara til dæmis hárgreiðsluna eða eitthvað. Því miður, eins og ég væri geðið til í að geta snúðað mig bara alltaf og ekki þurfti að hafa áhyggjur af hvað ég þurfti að láta í hárið á mér eða gera við það og geta bara vaknað á daginn og fara bara beint út. Það væri geðveikt. En kona mín finnst ég vera með skrítinn haus og vill ekki snúða mig. Þannig að ég elska konuna mína með því að vera að láta fullt af einhverju dóti í hárið á mér og vera með klippingu sem að hún fílar. Til dæmis, þegar þú klæðir þig, hvernig ertu að klæða þig fyrir? Ertu að klæða þig fyrir, eins og því miður þá oft þannig í dag að konur og kallar að klæða sig fyrir athygli frá fólki sem að það á ekki að vilja fá athygli frá. Ertu að klæða þig út af því að kona þín finnst það flott eða út af því að þú ert að reyna að fá athygli einhvers staðar annars staðar. Þannig að þegar það kemur að því að gefast hvort öðru, að þá tekur það oft mjög praktíska mynd og þetta ég með fleiri dæmi kannski frá karlmannlegu hliðinni að þessu, en þetta á báðum hliðum. Hvernig get ég breytt tali mínum ef að kona mín fílar ekki hvernig ég segi hlutina, eða hvernig get ég breytt í hvernig ég bregst við kringumstæðum. Allt í einu hjónaband ekki bara hvað get ég kreist út úr þessari konu sem Guð hefur gefið mér, heldur hvernig get ég gefist vel, hvernig get ég elskað vel. Og mér finnst Filippibréfið vera með rosalega gott vers fyrir okkur, fyrir hjónabönd, fyrir vinabönd, fyrir samfélagina, kirkjunar, að segir, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirni. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfan ykkur. En svo þetta stórt, metið aðra meira en sjálfan ykkur. En hvernig getum við metið aðra meira en sjálfan okkur ef við getum ekki metið maka okkar meira en sjálfan okkur? Hvernig getum við heyrt skipanir Jesú Krists um að elska óvini okkar ef við getum ekki einu sinni elskað konuna okkar vel? Eða kallinn okkar vel? Í hjónabandum þá skulum við gefast hvort öðru og þjóna hvort öðru og elska hvort annað og með öðruvísi hjónabandum gefa Guði dýrana. Í rauninni út af því að við erum ekki að leitast eftir að kreista eitthvað úr þeim. Við erum að leitast eftir því að elska og gefast. Hér ekki einhver Hollywood romantík þar sem látið sig dreyma allt það sem að maki minn getur gert fyrir mig, heldur að hugsa hvernig ég geti gefist honum. Við erum ekki að giftast þess að gerast heil, við erum að
Við erum að minnast þess að Kristur, hann hefur gert okkur heil og út af því að hann hefur gert okkur heil þá getum við heilshugar elska hvort annað, þá heilshugar gefist hvort öðru. Og hvernig? Þannig að mér fannst þetta allt mjög góðar hugmyndir og það var gert að hugsa þetta þegar allt gekk vel í hjónabandinu mínu. En það var stundum erfitt þegar komu rifrildi og þegar komu augnablik þar sem að mér fannst á mér brotið. Hvernig getum við haldið áfram að gefast hvort öðru? Jafnvel þegar til dæmis maki okkur líður eins og maki okkar sé ekki að koma illa fram við okkur eða bregðast okkur. Hvernig get ég elskað þá? Og það Biblan svarar þessu og það rauninni svarið hennar við þessu er að horfa til Krists. Í Efesus í 5. kafla, vers 25-27 þá er hann að tala við eiginmenn og hann segir: þér menn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í söluna fyrir hana, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð, án þess að hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar. Heilug skyldi hún og lýtalaus. Þannig að Páll, þegar hann tala þannig hvernig eiginmenn eiga að elska eiginkonuna sínar, þá segir hann ekki: horfðu á allt það yndislega hluti sem að eiginkonan hefur gert fyrir þig eða hversu góð hún er. Hann segir: horfðu til Krist. Horfðu til Krist og myndist þess hvernig hann elskaði kirkjuna og leitastu svo eftir í ljósi þess að hann elskaði þig að elska konuna þína vel. Hvernig elskum við maka okkar jafnvel þegar þau eiga ekki skilið? Með því að minnast þess hvernig Kristur elskaði okkur þegar við áttum það ekki skilið. Og það er magnað að til dæmis kannski þú komin á þennan stað að það allt margt sem aðskilur okkur frá hvort öðru. Eins og margir segir. Það er ástæðan fyrir það mjög margir skilnaðir sem eiga sér stað er að fólk segir það allt margt sem aðskilur okkur. Hann er búinn að breytast eða við eigum ekkert sameiginlegt lengur. Ef það er einhver komin á þann stað í dag eða að þú kemst einhvern tímann á þann stað í hjónabandinu að myndust þess hvað var mikið sem aðskildi þig frá Guði. Er það virkilega afsökun? Ef að fyrirmyndin okkar er Kristur og hvernig hann elskaði kirkjuna, er virkilega afsökun fyrir okkur að segja að það er svo mikið sem aðskilur okkur? Eða get ég hort til Krist og hort til þess að allt það sem aðskildi mig frá honum, synd mín, sjálfselska mín, í rauninni allt mitt líf var að segja nei við Jesú Kristi, en hann var að nálgast mig og hann var að ná mér og hann var að elska mig. Ef að fordóma okkar er Kristur í hjónabandi okkar, þá höfum við aldrei ástæði til að hætta að elska. Og ímyndaður hversu öðruvísi þetta hjónabandi er, heldur en gengur og gerist. Það sem að til í Biblíuna hún talar varar gegn því að þú giftist aðilum fyrir utan trúna, því að fagnaðarerindi það er ekki áhugamál, það hefur áhrif á öll okkar líf og fagnaðarerindi breytir viðhorf okkar og skilgreiningu á ást og lífinu sjálfu. Og skilgreining þín á rómantík breytist og tilgangur hjónabands breytist og tilgangur lífsins breytist þegar við horfum á fagnaðarerindi. Og því miður þá hefur kirkjan byrjað að horfa á hjónaband með mjög svipuðum augum á heimurinn. Oft hefur kirkjan gleymt því að fagnaðarerindi hefur ekki einungis áhrif á samband okkar við Guð, heldur einnig samband okkar við annað fólk. Og því miður þá hafa hjónabönd kirkjunar ekki verið frábrugðin hjónabönd heimsins. Þetta því að fólkið innan kirkjunar fílar frekar að hlusta á ópera frekar en Efesusbréfið. Eða Dr. Phil frekar en Filippibréfið. Það er bara að það er mjög svipuð hugsunarháttur í kirkjuna fyrir utan út af því að við horfum svipaðan hátt á Biblíuna. Það séu svona konfektmólar hér og þar og við getum dregið það í staðinn fyrir að segja ég ætla að byggja líf mitt á þessu. Ég ætla að horfa til fagnaðarins eins og í ljósi þess hvernig Kristur elskaði mig, þá ætla ég að elska vel. Þannig að ég bið ykkur öll, gift sem og ógift, og langar mig að lesa fyrir okkur hér í Efesusbréfi 4. kafla, vers 1-3. Það segir Páll: Ég bandi ekki við eina drottins,
Áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem samboðið þeirri köllun sem þér hafið hlotið. Verið kvíverna lítillátir og hóværir, verið þolinmóðir, langlyndir og umbyrðið hver annan í kærleika. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Þannig að kannski svo litla nugget sem að ég hef að segja hér í dag kannski þetta, að við skulum elska vel. Út af því að Kristur hefur elskað okkur vel. Leyfðu fagnaðarerindina að hafa áhrif á hjónaband þitt, á vinabönd þín, á hvernig þú horfir á samfélagið innan kirkjuna. Leyfðu því að hafa áhrif á allt þitt líf. Þegar við horfum á fagnaðarerindi og hvernig Kristur elskað okkur, leyfðu að hafa áhrif á allt sem við gerum og erum. Og ef þú ert kristinn hér inn í dag, þá hefur þú verið kallað frá því að vera óvinur Guðs yfir í að vera barn Guðs. Óvinur Guðs yfir í að vera barn Guðs. Og það svo köllun sem að þú hefur hlotið, og eins og þú segir þannig að þá skulum við lifa sem sambúrið þeirri köllun sem við hefur hlotið. Ef þú ert kristinn hér í dag, þá sannleikurinn sá, þú varst óvinur Guðs, og meðan þú varst óvinur Guðs kom Guð og frelsaði þig. Kom Guð og elskaði þig. Það svolítið magnað þegar maður lesa að Jesús Kristur var krossfestur, og meðan hann var krossfestur þá var hann að segja fyrirgefðu þeim farir, þeir veit ekki hvað þeir gera. Við einstaklingana sem voru krossfestar. Og við getum hneykslast yfir því. Við getum hneykslast yfir því af hverju gæinn hefur verið að krossfesta hann, en á sama tíma þá hefur þetta getið jafnvel verið þú. Þú varst óvinur Guðs og þessi bæn var fyrir þig. Fyrirgefðu þeim faðir því að þeir veit ekki hvað þeir gera. Þannig að megum við lifa samkvæmt köllun okkar, megum við vera frábrugðin í hjónaböndum okkar, megum við vera frábrugðin í hvernig við elskum. Megum við leitast í ást frekar en losta, leitast yfir í að gefast frekar en að taka. Og megi hjónabönd okkar vera öðruvísi. Og ef þitt hjónaband hefur ekki verið öðruvísi, þá legg ég til að við tökum okkur vers 5 fyrir hendur. Hann segir, verið ekki fráskilin hvort öðru nema fyrir stundasakir eftir samkomulagi, segir hann. Þannig að hann segir, talið við makan ykkar. Setjist þið niður. Og það gott reyndar, frábrugðið því að ég var að pæla í þessari predikunna, þá var Svava að segja við mig, við varum að date night á föstudaginn og sátum saman og hún var að segja að aðstæður eru búin að breytast það mikið að við þurfum bara að setjast niður og ákveða hvað við erum að búast við frá hvort öðru. Með Mikael eins og hann og Sigurós eins og hún sem mikill orkubolti. Eru aðstæður okkar búin að breytast, nú Svava búin að vera svolítið að díla við líkamlega erfiðleika af skemmtilegum ástæðum en svona líkamlega erfiðleika, og þá var hún að koma með þá tillögu að við skulum tala saman og pæla í hverju ég að búast við þér og hverju ætlar þú að búast við að mér. Ég held það sem gott. Ég ljósi vers 5 sem við lesum hér í dag eftir samkomulagi. Og mér finnst það svolítið cheesy að segja, þetta því að Dr. Phil myndir að segja það líka, en samskipti, og sérstaklega eftir að hafa verið svolítið að pota í Dr. Phil, við veit á hann, samskipti svona lykilatriði í hjónaböndunum okkar og vinaböndunum okkar. Að leitast eftir að gefast hvort öðru og líka að játa það hvenær við getum ekki gefist, hvenær erum við bara búin. Það rauninni það sem Svava var að tala um. Ég get ekki ráðið við þetta allt, ég væri til í að gera þetta allt, ég veit að Svava væri til í að gera þetta allt. Hún segir, ok, ég svolítið heftur í því að geta klárað allt sem ég vil gera, getum við talað um hvað við getum gert fyrir hvort annað. Þannig að ég legg til þess að við tölum við hvort annað. Og ég veit að það kannski minna en helmingurinn okkar sem gift hérna í dag, þannig að þetta getur kannski verið hjálpað fyrir framtíðar hjónabönd og annað eins, en þetta passa líka fyrir vinabönd. Það leitast eftir í að elska, frekar en að losta á eftir hvað þú getur kreist úr einstaklingum, hvað þú getur fengið úr öðrum, að leitast eftir að gefast öðrum. Og í samfélagi, eins og í kirkjunni, það verður lítið samfélag að uppbyrja hvort annað, að deila lífum okkar með hvort öðru. Það þýðir ekki bara að vera í sama herbergi, við getum öll verið í sama herbergi og ekki tala neitt og ekki gefist neitt, ekki elska neitt. Við meðum bara vera öðruvísi samfélag að því leytinu til að við elskum, því að við minnumst þess að við horfum til Jesú Krist og við sjáum hvernig hann hefur elskað okkur. Þannig að við skulum biðja.
Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir þennan dag, fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur. Fyrir náðina og fyrir miskunn, fyrir trúfesti, fyrir kærleika, fyrir það að þú hefur elskað okkur og það að við höfum alltaf ástæði til þess að elska vel út af því að þú hefur elskað okkur vel, þú hefur gefist okkur meðan við vorum óvinir þínir, þá baðst þú fyrirgefðu þeim Faðir, þeir veit ekki hvað að gera. Ég þakka þér fyrir það að þú eltir okkur uppi, að þú tókst okkur föstum tökum, Drottinn, og við erum komin frá því að vera óvinir þínir yfir að vera synir þínir og dætur. Og ég biði, Drottinn, fyrir þeim sem hafa heyrt fagnaðarerindið, Drottinn, en hafa ekki snúið sér, megi fagnaðarerindið bera ávöxt í þeirra lífi, Drottinn. Fyrir okkur sem höfum tekið á móti fagnaðarerindið, höfum játað Krist sem Drottinn okkar og frelsara, megi það sýnast í praktískum hlutum eins og hvernig við elskum annað fólk og hvernig hjónaband okkar lítið og hvernig feður og mæður við erum, Drottinn, megi það hafa áhrif á allt okkar líf. Megum við aldrei þreytast þess að tala hversu undursamlegur kross þinn fyrir það að þitt blóð rann fyrir okkar sakið og megum við aldrei missa það að tala hversu yndislegt og magnað það Við þökkum þér, Faðir, fyrir trúfesti þín og náð, fyrir miskunn. Ég bið, Drottinn, að hjálpa okkur að elska vel. Ég bið, Drottinn, að hjónaband okkar megi vera sterk. Megum við standa við þau lofar sem við erum búin að gefast hvort öðru, Drottinn. Megi þú blessa hjónaband okkar. Megi þú blessa okkur í að leitast eftir að vera guðlegir feður og mæður. Blessa okkur í að leitast eftir að vera guðlegt samfélag, Drottinn. Þú ert góður Guð og megi það vera augljóst á öllu því sem við segjum og gerum og erum. Að við viljum lofa þig fyrir það að þú ert góður Guð. Við biðjum, Drottinn, að fyrirgefa okkur að öllu leitinu til þegar við höfum brugðist í að standa okkur í þessu. Við höfum ekki staðið okkur í að elska vel. Veitt okkur náð þegar við misstígum okkur, Drottinn. Hjálpa okkur að vaxa í ást, hjálpa okkur að líkast þér betur. Blessa þig hjónaband okkar. Blessa þig samtöl okkar. Og blessaði ferð okkar, Drottinn, að við megum leitast eftir því í öllu okkar mætti að líkast þér og eiga þig í öllum aðstæðum. Í Jesú nafni.